Jæja, komið sæl. Munið eftir Þráni Sigfússyni sem var móðurbróðir Gunnars. Hann var bróðir hennar Rannveigar móður Gunnars. Og svo giftist hann Þorgerði dóttur Hallgerðar og þau eignuðust svo soninn Höskuld. Og Höskuldur hann mun líka koma mikið við sögu núna í næstu köflum. Þráinn fyrst, hann kemur hérna fyrir aftur í köflunum. Hann núna komin til Noregs. Þar hann mættur til að sýna sig og sanna og hann nýtur strax góðs af því að vera frændi Gunnars sem að var auðvitað svo mikil hetja. Þráinn kemst sem sagt til metorða á því að vera frændi Gunnars en ekki vegna einhver sem hann gerir sjálfur. Þráni tekst samt aðeins að sanna sig með smá heppni þegar hann drepur Kolvíking fyrir Hákon Jarl. Þetta er víkingur sem að Hákon hefði gert útlægin í Noregi. Með Þráni eru þeir Lambi Sigurðsson og Gunnar Lambason. Þeir eru báðir synir Sigfússona, þannig að Þráinn sést föðurbróðir þeirra. Það er Sigurður Sigfússon og Lambi Sigfússon sem eru feður þeirra og bræður Þráins. Í kafla 83 segir frá því að Grímur og Helgi Njálssynir eru líka í útlöndum. Þeir lenda þannig í bardaga við víkinga og gengur ekki alveg nógu vel, þangað til að birtist Kári Sölmundarson, annar íslenskur maður sem að hjálpa Njálssonum þannig að þeir vinna bardagan og komast þarna frá þessu öllu saman. Og Kári Sölmundarson, hann er mjög mikilvæg persóna sem að mun koma mikið í sögu hérna af og hann minnir svolítið á Gunnar á Hlíðarenda, glæsilegur og mikil hetja og hann getur líka stokkið afskaplega hátt í fullum herklæðum eins og Gunnar. Kári tekur Njálssyni með sér til Sigurðar Orkneyjals þar sem hann er hirðmaður og þar sýnir Helgi Njálsson þess merki að hann ætla að vera forspárn eins og pabbi sinna Njáll. Hann sér fyrir uppreisn í ríki Sigurðar Jarls og varar hann við og þetta mun alltaf ganga eftir þetta og Kári og Njálssynir berjast með jarlinum í Skotlandi gegn þessum uppreisnarmönnum. Og Kári sýnir ýmsa vopnatilburði sem hann minna mjög mikið á Gunnar á Hlíðarenda, til dæmis grípur spjót á lofti og ýmislegt fleira. Og Helgi og Grímur þeir verða eftir þetta hirðmenn þarna hjá Sigurði Jarli og hann færi þeim góðar gjafir þannig að þeir hafa komist þarna til nokkra söndar og svona. Og í kafla 87 þá kynnust þeir Rappi sem að má eiginlega með sanni segja sig mesti svika Rappur sögunar. Gott ef þetta orð var ekki bara til vegna þessa Rapps. Rappur er íslenskur maður sem flúði frá Íslandi vegna mannvígs. Og á leiðinni til Noregs þá verður hann óvinsæll fyrir að sníkja mat og getur ekki greitt fyrir sig fargjaldið og svo í Noregi þá fer hann til Guðbrands í Dölum sem er mikill höfðingi þar og fíflar Guðrúnu dóttir hans, þannig að dregur hann á tálar, barnar hana og svo neyðist hann til að flýja og flýr til annars útlaga sem heitir Tófi og kemur hans fyrir hann í kaflanum. Og Rappur er dæmdur til útlegar úr Noregi eftir þetta, þannig að útlagur bæði af Íslandi og Noregi. Í kafla 88 þá rænir Rappur og brennir goðahús Guðbrands úr Dölum og Hákonar Jarls sem að þeir eiga þarna saman og þetta er auðvitað rosalega guðspjöll og svona. Þetta er eins og að brenna kirkju í dag, aðalegt mál allt saman og Rappur hann blandast svolítið í líf Njálssona og Þráins Sigfússonar eftir þetta þegar hann biður þá aðstoð við að fela sig fyrir Guðbrandi og Hákoni Jarli. Hann hittir hérna Njálssyni, biður þá að hjálpa sér og fela sig, koma sér undan. En Helgi sem er forspárinn sem við erum búin að sjá, hann sér að Rappur mun bara valda vandræðum og neitar því að taka við honum. Og þá segir Rappur að hann vonar að Njálssyni muni hljóta illt af honum og það hafði þetta eftir að rætast síðir. En Rappur fer til Þráins og biður hann hjálpa því að Njálssyni vildi ekki hjálpa honum. Þráinn hann lætur undan þegar Rappur segist muni gefa honum allt þýfið sem hann rændi úr goðahúsinu. Þannig að hann er svolítið ginnkeyptur þarna, Þráinn er vinur Hákon Jarls og búinn að vera hjá hann lengi, en svíkur hann samt sem áður, lígur því að hann viti ekkert Rapp þrátt fyrir að hann fela hann á skipi sínu og svíkur þar með Jarli. Jarli grunar það að Þráinn sé að fela fyrir honum Rapp, en finnur hann ekki og getur því ekkert sannað. Þannig að Þráinn kemst undan með Rapp með þessu til Íslands. Á Íslandi Rappur svo mjög oft á Grótá og heimili Þráins og Þorgerðar konu hans og þar býr líka Hallgerður eftir að Gunnar dó. Og það er sagt í sögunni hérna, það mæltu sumir að vingott væri með þeim Hallgerði og hann fylgdi hana en sumir mæltu því í móti. Það voru þarna orðrómar það að Hallgerður og Rappur væri eitthvað að leika sér saman en það voru aðrir sem að mæltu því í móti. Í kafla 89 tekur Hákon Jarl í Noregi Njálssyni höndum að því hann er svo reiður út í þá að þeir skyldi ekki hafa sagt til Rapps. Njálssynir sleppa frá honum og finna Kára Sölmundarson. Þeir vilja drepa jarlinn strax fyrir þetta allt saman en Kári fær það ofan af því, það verður ekkert mjög skynsamlegt og Kári er svo skynsamur og ráðagóður. Kári kemur svo á sáttum milli Njálssona og sonar Jarlsins. Njálssyni vilja ekki sættast við jarlinn sjálfan en það komast þarna sættir á í gegnum sonans.
og svo fara þeir Njálssyni í Víking með Kára og verða þetta ríkir að því og miklar hetjur og allt það og í kjölfarið þá fer Kári með þeim heim til Íslands. Kári hérna orðinn aðalpersóna í sögunni, hann búinn að reynast Njálssonum sannur vinur og tengist fjölskyldinu svo beint þegar hann giftist Helgu, dóttur Njáls, í kafla 90. Kári og Helga oftast á Bergþórskvoli, eins og allir synir Njáls og þeirra konur eru þar. Þrátt fyrir allt þetta fólk eigi sín bú hér og þar í nágrenninu. Þau halda sérst mjög mikið hópinn Njáll og hans börn og tengdabörn og slíkt. Nú í kafla 91 þá hittum við Ketil úr Mörk, munum eftir honum því að hans hlutverk nú svolítið sérstakt. Ketill nefnilega giftur Þorgerði sem dóttir Njáls og þess að tengdasonur Njáls og mágur Njálssona, en hann líka bróðir Þráin Sigfússonar. Nú eru Þráin og Njálssynir ekki beint sáttir eftir hrappsmáli mikla í Noregi, þegar Þráin flúði með hrapp og Njálssynir þurftu að gjalda þess af jarlinum sem hann tók þá. Og Ketill og Mörk verður svona eins og milliliður í mjög óheppilegri stöðurun því að hann getur ekki tekið skýra afstöðu með eða móti öðru hvoru liðinu. Nú Njálssynir þeir vilja auðvitað fá bætur fyrir þessa skömm sem þeir lendi í þannig að vera handteknir af jarlinum út af Þráni og hrappið því. Þeir óskatti því að Þráin greiði bætur en Þráin neita bara. Og svo aukast enn þessi ósátt á milli þeirra þegar Njálssynir og Skarphéðin með þeim hérna þrátt fyrir að hann var ekkert með í Noregi. En sem sagt Njálssynir og Kári fara að grjóta heim til Þráins og fara þarna munnhöggvast við Hrapp og Hallgerði. Þeir fá frekar kaldar móttökur þarna á Grjótá og Skarphéðin segir hérna allir séum við velkomnir, sem eru auðvitað kaldhæðni því að þeir voru greinilega ekki velkomnir og þá svarar Hallgerður: það mun engin mæla svo fyrir að þér séu velkomnir. Og þá svarar Skarphéðin bara fyrir sig og segir: ekki munu mega orð þín því þú ert annarkvort hornkerling eða púta. Það var svolítið ljótt allt saman hjá honum, en það verður þarna orðaskipti milli ýmissa manna í kaflanum, þau skuli lesa þetta vel. Þráin hann ætlar sér engar bætur að greiða og áður en að þeir Njálssynir og Kári fara heim þá hreytir Hallgerður í þá: farið heim taðskeglingar og munum mér svo jafnan kalla yður héðan í frá en föður yðvarn Karl hins skegglausa. Hér móðgun þetta algjör og þetta hefur hún sagt það áður hún Hallgerður og þá leiddi nú ekki gott af sér. En Njálssynir og Þráin Sigfússon eru þarna orðnir óvinir í raun, enda neitaði Þráin að bæta þeim nokkuð hlut og þeir fengu bara skít og skömm og leiðindi þegar þeir báðu þarna bætur og mættu að grjóta. Nú í kafla 92 þá frétta Njálssynir að ferð Þráins frá Runólfudal og sitja fyrir honum með fyrir sát. Þegar þeir bræðurnir og Kári að fara frá Bergþórskvoli og Njáll spyr þá hvert ætli nú, þá svarar Skarphéðin að þeir séu að fara í Sauðaleit. Og þetta hefur Skarphéðin sagt áður, það var í Húskallavígunum þegar þeir bræður voru nú að leiðin út með vopn og vegamann og annan, þá sögðust þau verið að fara í Sauðaleit. Nú Njáll hann talar sífellt fyrir friði en Skarphéðin tekur til vopna þegar þarf og það kannski ekki það sem hann segir þetta við föður sinn. Auðvitað veit Njáll að hann ekkert að fara í Sauðaleit, hann að fara þarna til að vega menn. Nú í þessum kafla 92 verður enn einn afar svona grafískur bardagi í sögunni því lýst þarna hvernig Skarphéðin heggur í höfuðið á Þráni svo að jaxlarnir fjallu úr honum og Skarphéðin hann tekur þessa jaxla og geymir þá og Helgi og Grímur þeir drepa Hrapp. Lesi vel þennan kafla með þessar lýsingar. Nú áður en yfir lýkur þá veitir Skarphéðin Grana Gunnarsinni sem sonur Gunnars og Hallgerðar og Gunnari Lambasinni grið. Segist ekki nenn að drepa þá þannig hvolpa 2 eins og hann kallar það. En Helgi Njálsson bróðir hans sem forspár eins og við séð segir að Skarphéðin mun nú sjá eftir þessu síðar að hafa sleppt þessum tveimur, Grana og Gunnari Lambasinni. Nú eftir þessi víg, þegar Þráin veginn þarna, þá Ketill og Mörk bróðir Þráins og mágur Njálssona í enn erfiðari stöðu. En Njáll og Ketill, þeir gera samt með sér sættir eftir vígin. Njáll greiðir hann vel góðar bætur og Ketill tekur son Þráins, Höskuld Þráinsson, í fóstur til þess að sanna ást sína að Þráni bróður sínum. Þannig að hann sættir sér þarna við aðra hliðina við Njál og Kó og að tekur svo þarna son Þráins í fóstur til að sanna tryggð sína við hina hliðina, við bræður sína. Nú Njáll hittir Höskuld hjá Katli, þannig Höskuld bara ungu drengur og býður honum í fóstur sem að Höskuldur samþykkir. Og Höskuldur, þannig að ungi drengurinn veit auðvitað allt víg föður síns og svona, en það búið að sættast að það, Höskuldur skynsamur og vill gjarna vera með Njáli. Og tilgangurinn hjá Njáli auðvitað kom í veg fyrir að Höskuldur muni hefna Þráins föður síns í framtíðinni,
þegar hann verður fullorðinn. En Höskuldur og Njálssoni verða svo henni bestu vinir og hann fer með þeim út allt og Njáli þótti sérstaklega vænt hann enda fá við að sjá að Höskuldur Þráinsson er afbragðsmaður.